One tricky thing about assisting during lamping is to figure out and realize which body part we are touching and how that body part is positioned inside the mother. And there I'm mostly referring to realizing which leg we are holding and how that leg is turned. A trick that I've been very successful with or has helped me a lot when realizing whether I have front or back leg is to just count the joints up the leg from the hoof. And you count up until you hit the ball like I refer it. For explanation, if we start on the back leg, in the lowest part, then we have the hoof, and then we go up, find the first joint, so we count one joint, and then we just move the hand up, and at the next joint, we already find the ball, which is where the Achilles tendon attaches. So it's just hoof, 1, 2, and then we have the ball. On the front leg, we start with the hoof, go up to joint number 1, keep on going, joint number 2, still no ball that we can feel, and then it's not until next joint, if we keep on going up, then we can feel a ball that's similar to where the Achilles tendon attaches on the back leg, but this is the elbow. So 1, 2, and 3. Okay, then we know we have front leg. We go up 1 and 2. Then we have the hind leg. Here we can see what's in front of us when a lamp is coming out backwards. And what's a little bit tricky there is that it's harder to manipulate the lamp, so it's easy for the hips to come through the pelvis compared to when it's coming the correct way, the head first. But what you can do is just in a gentle way is to twist the lamp until you feel a spot where there's more room in the pelvis of the mother to let the hips come out. As soon as you have found that spot, you can feel that it's easier to pull it out, and then it's important to be rather quick to do it, but at the same time very gentle, because it's hard or can be a lot of pressure on the rib cage for the lamb to be pulled up backwards, especially when the rib cage starts to hit the bottom of the pelvis. So in the beginning, just while you're getting the hips to pop out, you pull straight backwards, but then when you feel that the ribs and the rib cage is hitting the pelvis, you start to pull down, like you can see here, because that should relieve some pressure off the ribs. Because like you can see, the pelvis is not straight up, but diagonal, so it's more room up.
Yeah, and then just to point out that here we have the bottom of the pelvis, and I'm pointing now, and you can see that can be a big difference in space between the bones. So the trick is just to find the best spot where the most space is to pull the hips out. And you can see that only a slight twist of the lamp can make a huge difference in trying to find the best spot. Að bera og ég fór að tjekka og þá var bara svona konungsnefið, þá það aftur á lappirnar. Ég setja smá slím sem bara betra fyrir hana og við þurfum að draga það út. Svona. Dindill. Ég þarf að byrja því að rétta úr afturlöpunum. Það þarf alltaf að gerast frekar hratt af því að það alltaf svolítil hætta á að lambi kafni en ekki rykkja, bara svona þétt. Þannig sé maður afturlappirnar. Það svona þétt. Þetta alveg held ég. Já. Það ok. Aðeins að hrista það. Það fari slím onni. Greið. Já. Útur. If possible and there is room, then it is really good or smart when extending a bent leg to get the lamp out to grab the hoof, because that gives a protection for the uterus of the mother. So it's just to reduce the chance that the hoofs will cut or put too much pressure on the uterus. So we just go with the leg and pull it out. Nálega. Og hérna, ekki. Já. Ég persónulega finnst nú stekkingar svona. Varstu bara að setja smá vatn? Smá kalt vatn og þá tekur það smá kipp svona. Já, það sást strax. Akkurat.
bara að rétta úr þannig að hæklarnir séu komnir út. Svona. Svona svo. Svona, alveg á vegginn. Svo bara að toga. Svo ekki rétt hana? Jú. Já, alveg fórum breytt út fyrst. Það er lifandi þá sko. Það er gott. Slokka það. Það er það of stórt. Það getur snúið henni á bak. Þetta er að taka hann bakinu? Já, það er ef það er stórt lamb, það er miklu betra, annars Já, það er rétt. miklu betra. En kannski náðu, Nú er hann bara alveg yfir. já, en það er betra að missa ekki tíma. Þannig, já. Það finnst því ekki alveg það. Einmitt. Og svo upp einlega. Það er... Já, ætti að kemur. Fastur hausnum. Svaka hot. Já. Snúa. Virkar svo engull sko. Levandi. Svona. Krækir sér alveg inn í sko. Gengur það? Annars er það... Já, frábært, sko. Sko. Í hvað var þetta tímanum? Já, það er lifandi. Glæsilegt. Þetta er reddast. Það er ekki símanum. Þetta er nóg. Það er mikið slím líklega. Já.
blandast, það kostur. Já, já. Það verðist allt verið heilt í rifberinu þetta. Það er nú gott. Já, það er alveg heilt. Já, frábært. Það skiptir það miklu. Mjög oft sem það fer nefnilega. Nálega, það er akkurat málið. Það var mjög oft. En það er... Hvað áttnar þetta rótlegin, hún svo sem ber nokkur sinnum. Já. En nú svona þokkalega þengjandi. Það er svo pirran pínu. Já, einmitt. Hvað er Móri? Já. Já. Ekki að nota þetta. Meira? Nei, þetta hlýtur að vera blæðina. Já, það þarf að koma upp þar. Meira? Hvernig ætlar að velta henni? Ég velti henni. Okay. Viltu velta henni? Nei. Þú verður að framan á. Það standa ekki. Þú er bara vitlega stoppi. Ok. Take my glasses. Kemst ekki inn í rakkinn þeirra. Pabbi var að... Alveg saman hvað ég túa. Farðu fram að þetta. Það var svo þurrt líka, sko. Þú var alveg svo dautt núna. Dropa. Ok, ætti nú. Hvað þú greiðir? Ég með það. No, it's here. Ég með það. Það er mölbrúta í kassan. Frábært. Það var svo sem alveg vita. Ná. Dropa. Næst er ágæð þessi hérna. Hann er sko hérna er rifberinn og hérna er rifberinn. Með hita fótið í þessu. Ha. Greið litla.
Þetta verður tíma að leiða í ljós. Þið að vera svolítið margur stíl. Fleiri saltásósu eða einhvers. Ef ég ætla að drekka úr pela, að því svelgist á það fyrir lunguna þá fer það að hósta Já, og ég vil ekki fá nei, það er meira reyfingu. meiri hreyfingu Já, en það. einmitt. Ég er búinn að setja